Svo. Sverrir, þegið! Bróðir. Smá. Jöfull ertu ruglaður. Já, ég veit það. Jæja, hætta þessum hlátri. Þú ert bara, getur ekki klift þetta svo allt saman bara? Hvað er það vandamál? Jæja Sverrir, skrítinn leikur á þínum mönnum í dag. Hvaða lið mætti hérna í byrjun? Ég bara kannast eiginlega ekkert við það lið. Þetta var bara skelfing. Vorum alveg gjörsamlega út að skýta sko. Þetta var bara hræðilegt og varnarlega og sóknin, það var allt bara. Ég veit ekki hvort að við heldum hérna í einhvern kæmi bara og ætlum við bara standa hérna á gólfinu og lauga okkur að skora og ekki að reyna neitt á móti okkur. Alveg fáránlegt sko. Í að berjast fyrir lífið sinni í deildinni og en það tók okkur svolítið langan tíma, við vorum komnir í slæmmál að snúa sig við og sem betur fer þá sýndi liðið hjá mér mikið karakter, við gerðum það. En hérna, kom alltaf smá kafli, Sammi kom með ansi skemmtilega rispur fyrir Grindvíkinga þar að segja? Já. Já, það kannski hjálpaði til? Já, það gerði það, kom á góðum tíma og það var svona kannski sem skipti mestu fyrir að menn fóru að spila vörn og berjast fyrir hvern annan og hérna hjálpast að og svo ofan að það komu góða körfur, þar á meðal nokkri röð frá Sammi. Svo er stundum talað í Englandi, við fyrir stundum út í það, talað hárblásararæðu, var kveikt á okkur með hárblásara í hálfleik eða? Nei, ég get nú ekki sagt það, en ég spurði bara menn út í ákveðnum hluti hvort þeir hefði haldið þetta væri auðvelt og við hefðum ennþá tíma til að snúa sig við og þeir greinilega ákveðu sig bara á því og ég veist að ég geta þurfa að vera öskra á menn hérna til að fá til að berjast, það er helvítið dapurt. Nei, svo eru nú bara nokkri dagar í svokallega stærsta leik ársins. Já, það er komið spenningur í menn? Já. Það kannski truflaði eitthvað svona hérna í dag að menn voru að reyna að fókusera algjörlega á þennan leik og voru samt með hinn leikinn allt og ofanlega í huganum. Og hérna, það er mikið stemningur í því og það verður gaman að mæta stjörnumönnum í höllinu. Gangi vel þar. Takk fyrir. Takk.